Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum að halda okkur áfram við bækur og til mín komin hún Rósa Rut Þórisdóttir en hún var að gefa út fyrir viku síðan bókina Hvítabirnir á Íslandi. Velkomin í þáttinn. Takk. Og til landsins. Takk María, takk fyrir að bjóða mér. Þú býrð í Frakklandi, það ekki? Nei, núna býð ég í Brussel. Ég bjó í Frakklandi áður en við erum sérst farin yfir landamærin. Og þú ert doktor í mannfræði? Já, ég er doktor í mannfræði. En segðu okkur nú aðeins frá þessari bók því að það mikil saga á bak við hana. Já, þetta sérst bóki mín sem að ég skrifa með pabba mínum sem að sérst látinn. En hann safnaði heimildum í þessa bók. Hann hét Þórir Haraldsson og var líffræðikennari við Menntaskólann á Akureyri. Og sem sagt, hann hafði safnað sögum allt sem viðkom hvítabirnum. Já, hann var bara með þetta á heilanum? Já, þetta var svona hans hobby, svona eftir að hann var búinn að fara yfir verkefni og undirbúa daginn. Þá sökti hann sér í hvítabirni? Já. En þú þurftir að takmarka þig og einbeittir þig bara að landgöngu ísbirna hvítabjarna á Íslandi. Já. Þurftir að vinsa aðeins úr því annars hefði þetta orðið bara 3 binda, 10 binda ritröð. Já. Hann skrifar allar þessar heimildir hjá sér niður sem líffræðingurinn sem hefur áhuga á dýrinu og landgöngu dýrsins. Ég hins vegar sem mannfræðingur, ég tek þetta út frá augum mannsins sem að fyrir hittir þetta dýr. En þetta breytist kannski aðeins svona í þínum meðförum, væntanlega. Já, þetta náttúrulega ekki sama bókin og pabbi hefði skrifað. En sumt alveg eins og hann hefði skrifað, eins og hann skrifaði hreinlega, eins og inngangurinn. Já, hann á innganginn óhreyfðan. Og þetta eru heimildirnar sem hann tók saman. Þannig að ég í mörgum tilfellum skrifa hann ekki nákvæmlega niður, þannig ég fer aftur í hana og skrifa að ná alltaf upplifuninni hvers og eins. Það í sumum tilfellum skrifað 1830 hvítabjörn sást fyrir norðan. Búinn. En þurftu þú að leggjast í smá rannsóknarvinnu? Nei, og svo var bara ekkert meira að skrifa en það, þannig að það ekkert meira. En í öðrum tilfellum sami hvítabjörnin, það fullorðinn einstaklingur sem að lýsir sinni reynslu og svo var skrifað upp eftir barni líka sem lýsir sinni reynslu. Þannig að þær sögur fá báðar að njóta sín því þetta mismunandi upplifun að sama dýrinu. Þetta alveg ótrúlega mikil magn af heimildum og mikill fróðleikur. Og það eru líka myndir svona kannski þegar maður dregur nútímanum. Já, þetta eru aðalega fréttamyndir. Ég ætlaði að hafa svona myndskreytta en síðan fannst mér óþarfa að vera að gera það eitthvað rómantískara og sætari heldur en þarf. Þetta eru grimmar skepnur. Ég vera krúttleg dýr. Og svo bara textið svo flottur. Hann þarf ekki rosa mikla hjálp. Og ég brýt þetta mjög mikið upp með þjóðsögum, munnmælasögum, sögum af ókennilegum skrimslum sem að líklegast hafa verið hvítabirnir. Þannig að þó svo sé kannski ekki mikið af myndum, þá er mjög brotin upp. Og hvað nær þetta langt inn í samtíman? Er þetta bara alveg nýjustu landgöngurnar? Já, það er björninn sem kom ekki í sumar, sem fréttist á að Melrakklandsréttar. Hann er þarna. En já, seinasti hvítabjörninn sem gekk á land var 2016. Já, og hann er líka í bókinni. Já, samsögum. Viltu lyfta henni aðeins upp aftur? Mér finnst hún svo falleg og það er ástæða fyrir þessum sporum. Já, það er ástæða fyrir þessum sporum því að margar þessar sögur byrja á því að það sjást spor. Sumar enda á því líka og sjást spor aftur á öðrum bæ. En þessi spor sem að vekja síðan ótt að þú sérð spor fyrir utan bæinn. Ætli maður þarf maður ekki að vera ákveðin svona innstiltur og næmur til að taka, svona þegar maður ruslast út, að maður er ekkert að spá kannski mikið í sporum í snjó. Kannski hafa verið rosa margir hvítabirnir sem okkur bara yfirsást af því það var enginn að spá í sporum. Ég held að fólk hafa alveg spáð í sporum. Það er bara ég sem svona, en þetta magnað, einhverja svona lýsingar af bara hvernig fólk upplifir það að sjá spor? Já. Það? Og það er til dæmis mjög góð saga frá Eldjárstöðum á Langanesi frá 1918. Þetta er
fyrsta sagan sem er skrifuð nákvæmlega eftir heimafólki, leið og atburðurinn gerðist, að þá kom einhver á staðinn og skráði allt niður og svo lagði hann undir fólkið, eru þið sammála því sem ég skrifa. Þannig það er mjög flott frásögn og mjög dramatísk. Dramatísk. Rissuhárin, er þetta bara gæsahúð? Hvernig lýsir fólk þessu? Er þetta bara svakaleg hræðsla? Nei, sko, þetta eru líka hetjusögur. Það er ekkert allir endilega kannski ekkert hræddir? Eða samt, sko, það átt að vera hræddur, en Þið langar kannski að fara á góma dýrið eða, þú veist, fara menn af stað já, þetta er náttúrulega Björg í bú líka. Þetta er Björg í bú og tækifæri til að sýna karlmennsku eða kvenmennsku og þor. Þetta er fullt af kvenhetjum í þessari bók, því oft voru þetta konurnar sem voru heima við líka. Þetta er magna. Hvað ertu búin að vera lengi að vinna að þessari bók? Ég tek sem sagt ár í að fara yfir heimildirnar. Ég þarf náttúrulega fyrir að fyrst að fara með allar heimildirnar til Brussel og þetta er svo mikið, ég get ekki tekið þetta í einu, sko, þetta var endalaust þegar einhver var að koma alveg bara, teku með þér hérna möppu. Mjatla þessu út. Þannig að, það tók svona ár að fara yfir heimildirnar og átta sig á hvað ég væri með í höndunum. Síðan var ég sem sagt svona 2 ár að skrifa og svo er ég ár aftur að fara yfir. Það var ekkert rosalega mikið að skrifa endilega niður blaðsíðutölu eða þannig ég þurfti að fara í heimildirnar til að ná þeim niður í heimildaskrá. Hann stemdi að þessu, segirðu svona leynt og ljóst, hann var að gefa út svona birta greinar og svona og hafði þennan draum að koma þess út af bók. Já, þetta var svona eitt af því sem hann ætlaði að gera eftir að hann kemast eftirlaunin, sko. Að skrifa þessa bók. Langt aldur fram. Já. En svo magnað að þú skildi klára þetta. Já, ég er svo þakklátt fyrir að hafa haft tækifæri til að koma þessum heimildum sem hann hafi safnað að sér. Þetta eru ómetanlega heimildir því að þetta er úr ólíklegustu áttum þegar þú ert búin að safna að þér heimildum í 30 ár. Og vinir og kunningjar vita af þessu og leið og þeir rákust á eitthvað, þá var pappa sent bréf, ég rakst á hérna í þessari bók, einhver sagði frá afa sínum sem hafði. Þannig að þetta voru... Það liggur ekki alveg á lausu þessar upplýsingar. Nei, sumar þeirra, jú, en einmitt. Þannig að þetta var orðið svo ómetanlegt safn að það hefði verið synd, mikil synd, að gera ekkert með þetta. Nú er tíminn okkur á þrotum, ég bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja frá bókinni, til hamingju með hana. Og hún fæst bara í öllum bókaverslunum, ekki satt? Bara niður í bókval. Já. Takk kærlega fyrir komuna.